Tækifærisgjöf. Heiti potta.is, Fossálsi 13. Komið sæl. Sjáum hér stöðu veðurkerfa svona hádegisleiti í dag. Fyrirstöðuhæð hér sem búin að vera nokkuð þaulsetin yfir Bretlandseyjum og síðan nokkuð myndarleg lægð hér inn á Grænlandssundi og þessi tvö kerfi beina hér stífri sunnanátt yfir landinu og yfir landið með úrkomu svona víða hér, sérstaklega vestan til landinu, mældist svona 40 millimetrar á Önundarhorni hér á Suðvesturlandi frá miðnætti. Það hvessti líka svona smá saman í dag og víða svona hvassviðri, hvassvindur sunnan og suðvestan en náðu nú yfir stormstyrk svona á stöku stað eins og Grundarfirði og upp á Holtavörðuheiði. Það sem gerist að þessi hæð hér gefur sig og læðin hér tekur völdin, færir okkur nokkuð ákveðna norðanátt og það kólnar einnig með þessu. Þetta eru kuldaskil hér sem eru á fleygiferð hér í áttina til Evrópu og sjáum hér á hittasviðinu afgerandi hlýtt hjá okkur í dag og það meira þess að fór yfir nóvembermet í hita. Það var slegið á Kvískerjum hádegisleitið 23,8 gráður. Það var aldrei mælst jafnhár hiti í nóvember. En þessi hiti, þetta hlýja loft á hraðri leið til austurs. Sjáum dökkblá lítinn taki yfir. Það kólnar snarlega hjá okkur núna í kvöld og nótt og við tekur svona eiginlega hörku vetur hjá okkur. Þetta stað þá undir kvöldið, svona stíf suðvestanátt og sunnanátt í þessu og hlýtt loft og við sjáum hérna víða rigning hér vestan og til og sunnan til. Kuldaskilin við sjáum þau hér fara hér til austurs nokkuð ákveðið og við tekur éljaloft og við fáum hér og endan hríðarviðvaranir í vestanáttinni hér í fyrramálið getur orðið nokkuð hvöss él sérstaklega á suðvesturhorninu en norðanáttina færa sig inn hér á Vestfjörðum smá saman og við sjáum hér stöðuna þá hvernig hún getur verið í fyrramálið víða komin snjókomið él hér vestan til landinu úrkomu minna þá hér fyrir austan og jafnvel þurrt á Austfjörðum hún fer yfir í vindaviðurinn appelsínugula þar sem það verður gríðarlega öflug bylgja hér austan Öræfa og svo sunnan til á Austfjörðum þar sem verður bálkvast og kviður getur farið vel yfir 50 metra á sekúndu á þessum slóðum. Þannig að hættulegur vindur þar en það verður hins vegar hríð á Austfjörðum og fjöllum þar einnig. Ef við spólum svona fram aðeins í tímann þá munu þessar viðvaranir eitthvað detta út smá saman aðfarna laugardags. Það verður samt einhverjar sem lifa áfram hér eins og við sjáum og við spilum þetta svo áfram og þá detta þær út. Það lagast veðrið sem þetta á laugardaginn smá saman, samt norðanátt áfram, dregur smá saman úr ofankomunni og við sjáum þetta eru svona él aðalega hér norðaustan til á landinu en annars nokkuð bjart hér sunnan til og svona og birtir líka til einnig eitthvað norðvestan til og úrkomulítið þar. Hiti kannski rétt og jafnvel bjart hér allra austast eins og við sjáum hér á Egilsstöðum. En þetta færist yfir þessi skil og það verður komið hríðarveður víðast hvar á landinu, norðan til á landinu. Það dregur úr éljónum hér smá saman á morgun og vindi svona upp úr hádegi allavega. Þannig að þær viðvaranir detta út en þær koma svo inn hér í staðinn hér á norðaustur og austurlandi. Appelsínugul viðvörun á norðausturlandi en það spáð talsverðri úrkomu með hvassviðri og blindu. Þannig að það verður erfitt færið á morgun á þessum slóðum. En það verður einnig komin inn vindaviðvörun hér á Suðausturlandi. Það verður bálkvast, sérstaklega seinnipartinn. Sjáum hér detta inn fleiri viðvaranir, appelsínugul hér fyrir Austurlandið og síðan verður hríðarviðvörun hér til frostmarki yfir hádaginn en það má reikna með næturfrosti eða frosti svona næturlagi þá eftir daginn og morgun. En það lagast enn frekar eitthvað veðrið kannski á sunnudaginn en það svona heldur kólnar hjá okkur og frosttölur allt land
og á mánudaginn óskup svipa veður, það er kannski svona spurning með einhvern bakka þarna við Vestfirði, við vitum það ekki alveg eins og en látum þetta gott heita í bili, verið sæl.